Já, komið sæl og blessuð. Maður sem gekk þegar starfi skólameistara í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ. Hann ritaði færslu á Facebook fyrir nokkrum dögum sem vakti athygli mína. Þar upplýsti hann að hann ætlaði að hætta sem skólameistari framhaldsskólans í Mosfellsbæ til að gera annað sem hann brynni í raun meira fyrir, að kenna stærðfræði. Og ég var að hugsa að það væri nú ekki algengt að menn tröppuðu sig svona niður í ákveðnum skilningi. Mér finnst þetta til mikilla fyrirmyndar. Ég hef sjálfur hort á marga af bestu blaðamönnum þjóðarinnar hætt að skrifa vegna þess að einhverjum forstjóra dettur í huga að gera það á einhverjum stjórum og þá kannski missa þeir svolítið kjarnan úr eigin sálu og verða síður samfélaginu til gagns, verða ekki jafn glaðir og hamingjusamir og þeir voru áður, en fá kannski nokkrar auka krónur í vasan og kannski eru þeir að svara einhverju kalli, einhverju kalli skyldur og ábyrgð og kannski þetta bara allt einhver misskilningur, kannski eigum við bara einmitt að gera það öllum stundum sem við brennum fyrir. Þetta eru spurningar sem mér langar til þess að henda hér upp við ykkur og að sjálfsögðu við þennan mann sem skrifaði þessa færslu. Hann hingað kominn að Rauðaborðinu. Valgarð Már Jakobsson, skólameistari framhaldsskólans í Mosfellsbæ. Velkomin til okkar. Já, þakka fyrir. Þú sem sagt stærðfræðikennari í grunninn sem kennari, sem kennari, já. Stærðfræði reyndar og líffræðikennari og það var einhvern veginn líka hlutur sem ég þurfti að velja á sínum tíma þegar skólinn sem ég var að starfa stækkaði, þú veist. Ég var bæði að kenna stærðfræði og líffræði og hvort ætlar að verða stærðfræðikennari og líffræðikennari. Og stærðfræði hafði bara algjörlega heillað mig, þannig að ég valdi þá leið og fannst það bara frábært. Lendur þú svo í þeirri ógæfu að forframast og verða skólameistari? Já, það var bara svona slys sem að gera stundum, vinnuslys. Já, vinnuslys. Já, ég var farsæll kennari alla tíð og gekk vel, þó ég segi sjálfur frá bara vel liðin af nemendum og held ég flestum samstarfsmönnum mínum og bara svona, það var svona gott að hafa mig í umhverfinu, þannig að auðvitað þegar það vantaði stjórnanda þá auðvitað tölum við valla, það bara blessast. Góður í að leysa mál. Góður í að leysa mál og góður í að spjalla við fólk og einhvern veginn svona og það er einhvern veginn einmitt eins og þú bendir á, það verður svona einhvern veginn svona upphefðar fílingur í manni. Já, það er auðvitað gerir ég það. Stundum sogast maður inn í atburðarásina á þess að vera sjálfur að velta því fyrir sér hvað langar mig til að gera. Já, maður er alltaf efins það að maður sé besti dómarinn yfir því sjálfur. Hvað er best fyrir mig að gera? Fólk vil að ég verði stjórnandi og þá auðvitað hlýtur það að vera rétt. Já, sérstaklega þegar koma auka krónur. Já, ég meina, ég lækkaði í launum samt við það. Já, er það? Já, það var yfirleitt þannig að ég var í yfirvinnu sem kennari. Var með auka hóp. Já. Og var einhvern veginn alltaf til í það og það bara stóð þannig á að það var yfirleitt ég sem hafði áhuga á auka hópnum ef hann stóð út af. Þannig ég var ekki að hækka í launum, þó ég var ekki í grunnlaunum sem stjórnandi, þá var ég ekkert endilega að hækka í launum. Ekki heildarlaunum sem sagt. Nei, ekki heildarlaunum og það var ekki endilega launin sem voru að dreifa mig áfram. Það var fyrst, þá verði ég ástofskólameistari og verkefnastjóri hjá stofnuninni og svo þegar skólameistari lætur á störfum þáverandi að þá er ég hvattur til að taka næsta skref. Hvað er 2 ár síðan? Já, það eru 2 ár síðan. Þá er ég hvattur til að taka næsta skref. Það raun og veru það 3 ár síðan það sem ég verði aðstofskólameistari þar sem að vera undirbúa þetta skref. Já. Þá var skólameistari búin að ákveða að hætta eftir ár og það var svona verið að tryggja það að einhver sem að var hugmyndafræðinni sem skólinn starfaði eftir trúr það væri einhver svoleiðis í baráttuna allavega þegar skólameistara embættið yrði auglýst. Skólinn sjálfur kemur ekkert nálægt ráðningunni, skólameistarar eru embættismenn og þetta er allt gert frá ráðuneytinu, þannig að þetta var ekki verið að pota sínum manni áfram þannig.
í skólameistara einfaldið en jú, þetta með því að gera með aðstoðarskólameistara fyrst að þá hafði ég ákveðið forskot en það kom það á daginn reyndar sko, þegar að fólk vissi að ég ætlaði að sækja skólameistara stöðuna þá sótti enginn á móti mér. Já, það þótti ekki við hæfi. Ég bara, og fólk kannski bara grunaði að það myndi ekkert hafa neitt upp á sig. Nei. Nú það náttúrulega þannig að þetta opinbert og fólk veit að því hverju eru að sækja og þú ert kannski að sækja verandi í sæmilegri stöðu sjálfur og ert þannig að gjaldfella þig í þeirri stöðu. Það líka svolítið hættulegt. Já. Hvað gerir svo? Já, svo fer skólameistari eftirlaun og það hefði gleymst að auglýsa og ég tek við sem skólameistari án þess að hafi verið auglýst í embættið og þá tek ég við í 1 ár til bráðbera og það bara hringt í mig einhvern tímann rétt áður en ég á að taka við og það hafði nú bara gleymst að hringja í mig og að biðja mig og heyra í mig hvort ég væri til í það og jú, ég var svo sem alveg mig grunaði að símtalið væri á leiðinni en og mæti bara svona stutt atvinnuviðtali í ráðuneyti og sinni þessu í fyrsta árið áður en það er auglýst og það einmitt bara nákvæmlega þetta maður einhvern veginn rennur blóðu til skildunar það búast allir við því að maður gerir þetta það líka einhvern veginn búið að hræða mann yfir því eins og fyrirverandi skólameistari kallaði að kemur einhver grímlu grámann og eyðilegu stofnunum okkar en því að við erum búin að vera að byggja upp leiðsagnarnám sem að og hefur verið brautryðendur í því í skólakerfinu, í framhaldsskólakerfinu hefur það verið við kennarar frá okkur hafa verið að fara víða og halda fyrirlestra og námskeið í þessu leiðsagnarnámi og ég þorði einhvern veginn ekki að sleppa boltan hræddur það að skólinn myndi missa hana status eða kæmi ykkur utanaðkomandi. Þér fannst að þú værir ábyrgur fyrir framtíð skólans? Já, sem ég áttaði mig á því bara núna daginn þetta auðvitað líka bara hroki að halda það að skipta einhverju máli að ég sé þarna til þess að standa vörðum það sem stofnarnir standið fyrir. Ofmata okkar einstaklega. Algjörlega, ofmata, bæði það eitthvað innra með mér en líka einhvern veginn búið að imprenta í mann. Þú verður að standa vaktina og þú verður að passa upp á stofnununa og kannski var enginn að segja það. Kannski er þetta eitthvað sem ég bara bjóð til í hausnum á mér. Þegar þessi sannleikur rann upp fyrir þér fyrir nokkrum mánuðum. Já, fyrir 3 vikum. Fyrir 3 vikum bara. Já, ég segja það 3 vikur síðan. Já, ok. Þegar þessir sannleikur rennur upp fyrir þér, varstu þá búin að var svona hafði eskalerast efasemdin, tókstu með þér streituna, vandan úr vinnustundum yfir í kvöldin, yfir í helgarnar var þetta komið á heilan á þér eða hvernig var það? Já, og maður vaknandi upp meðan nætur, eitthvað sem maður hefði gleymt að gera, eitthvað sem maður hefði brugðist yfir einhver verkefni sem ég hefði gleymt að leysa. Já. Og svona undir það síðasta þá var ég næstu farin að búa þetta til bara einhver svona sjálfspyntingu einhver verkefni sem ég var stöðugt með rúllandi stöðugt með í bakheilanum en ég reyðist ekki í eins og ég hefði ekki kjarkin eða getuna til að ráðast í ákveðin verkefni. Hljómar svolítið eins og burnout, er það ekki? Já, hljómar alveg rosalega mikið eins og burnout og fór til læknis fyrir þarna í mánaðamótin febrúar og mars einhver svoleiðis og var dæmdur í veikindarleyfi. Fór í 3 vikna veikindarleyfi til að byrja með og þetta svo endur með þetta stöðuna og þá var ég alveg klárlega búin að átta mig á því ég var í ákveðnu burnouti en við mátum það sem svo ég og læknirinn saman að ég fekk enga kvíðatilfinningu eða leiða því ég nálgaði stofnunina og þó ég færi þarna inn
fór hann inn eitthvað kvöldið að sækja eitthvað dót, þá fekk ég ekki einhverja neikvæða orku eða neikvæða tilfinningar fyrir stofnunni. Þannig að þetta var ekki svoleiðis burnout. Nei. Heldur bara einhver þreyta. Já. Þannig að ég ákvað að koma aftur í hálfa stöðu þarna, strax eftir páska. Já. Og fannst einhvern veginn aftur bara, já, ég verða að klára verkið. Ég var skipaður hérna ráðherra til 5 ára. Já. Var að klára þetta. Já. Rann blóðið til skilduna. Algjörlega. Aftur líka bara hlutaði í hroki. Finnst eins og ég verði að gera þetta, ég sé að bregðast. Já, standi allt og falli með þér. Já, nákvæmlega. Ég ætla ekki alveg ganga svo látt að segja að standi allt og falli með mér en mér fannst sko rosalega mikið og margir hluti vera erfiðari fyrir fólk ef ég færi. Ég held þessi mjög öll fyrir mörg okkar að tengja við þessar tilfinningar sem út að lýsa. Já, einmitt. Svo fer ég viðtalið í ráðuneytið bara ganga frá okkur málum fyrir 3 vikum síðan og bara átta mig á því fyrir að labba út ég á ekkert að vera hérna. Nei. Ég verð ekki hamingjusamur. Nei. Ég verð bara óhamingjusamari og óhamingjusamari. Ég fer í Var þá stutt í skömmina? Já, örugglega. Áhugaverður punktur. Já. Ég ekki nógu góður. Nei, einmitt. Það svo mikið af praktískum hlutum í svona starfi og ég ekkert mjög praktískur maður. Nei. Ég rosalega hrifnæmur. Já. Finnst ofboðslega gaman að leiða þróunarverkefni og spennandi hluti sem í gangi. Já. Við höfum verið að starta fullt af spennandi hlutum og meðan ég hef verið skólameistari framhaldsskólanum í Mosfellsbæ sem að ganga bara vel en að klára það og alla skriffinnskuna á bakvið það og ég bara umurlegur því. Þú nefndir orðið sem að skeldi mig meira en nokkuð annað árin sem að ég var upplýsingafulltrúi opinberrar stofnunar. Skriffinnska. Endalaus skriffinnska lítið. Nákvæmlega. Oft á tíðum. Einmitt. Og ég ekki ennþá sannfærður að þurfi. Nei. en þú veist, það eitthvað sem allir að segja í kringum að þarf og auðvitað, ég meina, það þarf að geta flett málum upp og það þarf að ganga frá þeim og það þarf að tryggja það að þau séu rétt fara vegi og allt það. Ég skil þetta alveg. Þegar maður búin að fylla hjá sér vinnudaginn en að segja 9 fundum. Já. Og maður gerir ekkert annað en að funda. 9 fundir. Og það gerðist ekkert á neinum af þessum fundi og svo tekum við mikil vinna að skrifa það sem gerðist ekki á þessum fundum þá fær maður þessa kafkaísku tilfinningu anskotan ég ekki nákvæmlega og bara ákvaða leiðir allt samfélagið nákvæmlega, því að maður finnst eins og það sé svo margt jákvætt sem maður getur verið að gera það er svo margt drífandi og spennandi það er svo margt nýtt til sem ég geti verið að prófa og reyna fyrir höndstofnunarinnar. Af hverju ég ekki að gera það? Af hverju ég að setja einhverja praktíska fundi einhvað ofboðslega við á byggingarfulltrúarinn sem það þarf að breyta skólanum og það bara fara margi dagar í það og ég geti öskra stundum. Já. En þér tekst einhvern veginn að greiða úr þessari óreiðu og þú finnur svona þinn eigin kjarna og niðurstaðan ég ætla að fara aftur í það sem að ég veit að mér hefur skemmtilegast að gera og ég ætla meira að skipta skóla. Já. Segðu okkur aðeins af því. Og það kannski bara 2 manneskjur sem ég ætla að nefna til sem hafa verið stærstu áhrifavaldurinn í þessu. Það annars vegar kona mín sem kennari líka og við ræðum alveg rosalega mikið menntamál og það náttúrulega bara hluti af kannski þessi fína lína milli þess að vera stöðugt upprifin í því sem maður að gera og að vera í burnouti. Að við vorum farin að tala svo mikið og svo leiðinlega hluti. Já, einmitt. Eitthvað sem að vara ágaraman og Örgulega mjög margir sem tengja líka við það. Já. Og vandamála væða. Og hún áttaði sig á því að ertu í alvöru talað í starfinu sem þið langar til að vera? Já. Og og kannski bara því að maður það bara hluta þessu sama vanda held ég, ef samfélagi segir mér eitthvað
það var ekki nógu sterkt þegar kona mín sagði það, af því að við vorum bara svo mikið teimi að þegar kona mín sagði það að þá var það bara eins og einhver rödd inn í mér var að segja það. Það þurfti einhver að koma utan að, þannig að þetta var bakkað upp af ég fór í handleiðslu hjá sálfræðingi sem er með mjög marga skólameistara greinilega í handleiðslu, hún er bara sérhæfis í stjórnenda handleiðslu. Kannski bara opinberir starfsmenn með ábyrgð, flestir á hans konalista. Já, hún er bara alveg stórkostleg kona sem að fóra hjálpaði mér að átta mig á alls konar hluti sem hún sagði, þú veist, aðskila vinn og einkalíf og allt svoleiðis sem ég get ekkert aðskilið þessar hluti. Ég get ekkert labbað út úr stofnunum minni klukkan 4 og verið búin að loka. Það er bara ekkert í mínu eðli. Þannig að ég var stöðugt, kona mín var nú á mótmæli, ég var að tala við hann í gær, en mér finnst bara að ég horfa í speil að ég sé orðinn 10 sinnum grárri heldur en ég var fyrir árið síðan. Já. Þetta tekur náttúrulega mjög mikið á. Þetta tekur mjög mikið á og þegar við erum sífelldari áhyggjur og sífellt samviskubit og fólk það kemur alltaf fyrir, það er einhver óanað með eitthvað sem þú gerir, þú tekur einhver ákvörðun og þú þarf að velja á milli leiðar A og leiðar B og það er einhver hluti hópsins sem er óbáslega ánægður með leið A og einhver hluti hópsins sem hefur frekar vilja leið B og það er svona óanæður í smá tíma og maður líður eins og fólk sé bara ofsalega ósátt við þig og reitt það sé alltaf einhver reiður ósáttu við eitthvað sem þú gerir sem er bara þú veist, ég er ekki stærsta manneskjan í lífi hinna. Nei. Ég er bara einn faktor í lífi allra annara og ég ger eitthvað og það verður ósátt og svo hugsaði það ekkert það klukkutíma síðar. En ég er kannski að veltast með það í marga daga og ég var að bregðast einhverjum. Þannig að þú veist hvatningu hjá konunniðin eða alltaf var lausan tauminn? Já, Guð minn almáttugur, fekk alltaf hvatningu í henni og handlegari minn fekk mig til að átta mig á því, hún bara svona small saman í höfðinni hjá henni að ég ætti að fara aftur í kennslu af því að það sem hún sagði, það er svo mörg hliðarprojekt sem ég var með í gangi því ég var í kennslunni. Námsvefir, ég var að þýða forrit, ég var að þýða námsefni, ég var upprifin þegar krakkarnir voru að sofa á aðfangadag bara, þetta er spennandi námsefni og ég fór að, þetta var hobbyið mitt. Já, gagnsemi, sköpun og þar sem að þínir eiginleikar nutu sín. Sköpun, akkurat. Í þessu starfi gæti ég verið ofboðslega skapandi og sköpun er bara 3% af skólameistarastarfinu. Ég hélt að það væri miklu meira. Já, einmitt, akkurat. Við skil hvað áttu við. Ég sem skólameistari hef ekki sömu tækifæri. Ég hef tækifæri til þess að hvetja fólk áfram af því að það eru kennararnir sem eru skapandi og eru að vera skapandi og þeir eru að gera hlutina. Ég á að passa sem skólameistari að hlutinni gangi upp. Ég á ekki að vera gerandinn. Ég var bara búið til farvegin og það bara henta mér alveg rosalega illa. Já. En rosalegt ferðalega baki og þú ert á leiðin í Kvennó núna. Já. Daginn sem, 2 dögum eftir ég labbaði út úr ráðuneytinu og þetta var búið að veltast við hausinn á mér, labbaði inn og 8 tíma hjá handlegara og komst að þessari niðurstöðu og bara hringdi strax í ráðuneytið og tilkynnti auðvitað ég bara að fara að hætta og baðst lausnar að það var einhvern veginn svona það var einhvern svona losun og sama dag ég labbaði út frá handlegarann og sá ég bara að það var að renna út umsóknarfrestur í skólameistarastöðu þar ég komst að ég reyndar eftir á og ég þurfti ekkert að flýta mig svona mikið og svo sáttu við það að byrja að prófa að kenna í öðrum skóla og bara mjög gömlum og öðruvísi skóla, ég mun læra heilmikið á því en eftir ég tilkynni afsögn mína og læt vita og skólameistara fundi stuttu seinna með öllum öðrum skólameisturum og þá fekk ég fjöldan allan atvinnutilboðum bara, já, ertu að hætta okkur vantar
þannig að það var bara mjög ánægilegt svona að finna þann backup og það einhvern veginn, ég held að hafi flest allir vita það í kringum í umhverfinu mínu, þú veist, ég var ekkert að vinna í því sem ég var að brenna fyrir. Nei. Og það veist, I could have told you so setningin eitthvað sem ég búin að heyra ansi oft í kveldunum. Ég bara óskaði til hamingju með niðurstöðun og með þetta ferðalag. Þetta náttúrulega hlýtur að vera erfitt og meðan á í stendur en ef maður kemst að niðurstöðu sem að maður finnur að rétt í hjartamanns þá var það náttúrulega miklu að við séum hamingjusum í okkar störfum. Mér finnst Héðinn Unnsteinsson lýsaði vel þessu svona inferno hins opinbera starfsmanns þegar hann segir að þetta sé í rauninni bara ávísun á eyðileggingu og geðveiki ef þú ert stattur í aðstæðum þar sem að þú vinnur en þú sérð ekki afrakstur starfaðina. Og mín reynsla af opinbera kerfinu að hluta til þannig að þegar starfsmaður mjög duglegur að fá skapandi hugmyndir og margar hugmyndir og brennur í hjarta sínu fyrir einhverju sem hann veit að rétt og gott fyrir samfélagið, bara veit það af innsæi og reynslu og allir taka vel í það en það strandar alltaf rétt að hann verður að veruleika af því að það þarf kannski bara einn til þess að stoppa það af að til dæmis við þessar aðstæður skapast í rauninni alveg botnlaus vanlíðan sko og það bara held ég ansi stór hluti af okkar atvinnulífi á það líka við einkaframtakið en það samt öðruvísi dýnamík í einkaframtakinu heldur en opinbera heiminum, ég get borið þetta tvennt saman að það, ég held að séu bara ansi margir sem eru svona fastir í einhverjum hlekkjum sem að samfélagið og þeir sjálfir ófu einhvern veginn í sameiningu komast ekki út úr því, líður ekki vel margir veikindadagar mikil óhamingja en menn svona reyna að standa í lappirnar og ég held að oft sé sko þegar fólk hækkar í tign til dæmis þegar einhver venjulegur sérfræðingur verður deildarstjóri eða sviðstjóri eða eitthvað svoleiðis. Þarna hef ég mjög oft orðið vitni að því að mér hefur fundið svona hamingjustig fólks fara niður. Því að það náttúrulega, sko, það að vera stjórnandi líka. Það þarf ákveðna manngerð til þess að verða stjórnandi. Þú lærir það ekki beint í skóla. Og þótt þú sért orðinn sérfræðingur einhverju sviði og þekkir það mjög vel þá bara ekkert sem segir þér eða mér að þú verðir góður að bera ábyrgð á sviðinu. Og svo þetta með tekjurnar að við kannski hækkum 150 skall eða 200 skall á mánuði við einhverja ábyrgð og förum þá að sko gegna starfi sem bara á alls ekki við okkur en okkur finnst bæði hvað varðar fjölskylduna að við höfum þessa skyldur og svo við horfum á einhverja ímynd og við komumst að rangri niðurstöðu, við höldum að samfélagið líta okkur sem einhverja lúsera ef við höfum kostaði á forfrömmun og stöðuhækkun en við þykjum það ekki. Ég held með öðrum orðum að við lifum mörg meir og minna í einhverjum miskilningi en mér dettur í huga það sé eitthvað aðeins að breytast. Mér finnst að við séum kannski mörg hver núna aðeins að fara meira aftur í kjarnan á okkur sjálfum, hver við erum. Efnishyggjan, hún kannski á ákveðnu undanhaldi þótt við verðum náttúrulega nóg. Hvað segirðu við þessu? Er eitthvað í loftinu? Já, ég held það sé rétt hjá þér. Sko, fyrsta lagi held ég að sko, kynslóðin sem á eftir okkur koma séu fyrstu kynslóðnar sem að geta litið svo á þau mun ekki vera með hærri tekjur undir foreldrar sínar. Ég held að þetta sé fyrsta skipti í sögunni sem að fólk að átta sig á því að við erum að fá hjöðnun hvað þetta varðar. Þannig að börnin okkar munu ekki hafa sömu efnislegu gæði eins og við höfum. Þannig að og við hefum bara einhvern veginn litað á sem sjálfsagt mál að ef að það gefst tækifæri til framfara tækifæri til þess að ná meiri frama að þá auðvitað tökum við það tækifæri og við séum bara að svíkja okkur sjálf og svíkja fjölskyldu okkar eins og þú segir ef við grípum ekki það tækifæri þannig að maður einhvern veginn leiðist í einhverjum ógöngur og komin inn í einhvern bottlanga þar sem að, ok, nú ég komin í hingað
en hér ég ekki hamingjusamur. Hvernig endaði ég hér? Og það bara eitthvað sem ég held einmitt að sé rétt hjá þér Björns, að samfélagið kannski fara að líta öðruvísi á. Að sigurinn ekkert enda að lenda á tóknum, heldur sigurinn snýst það að vera hamingjusamur. Það sé tilgangurinn. Annars sem myndi eftir í hug, það samband hugar og handar. Það svona fyrir skrifstofumann eins og mig, þá það hefur svo mikil útrás og mér líður svo vel þegar ég get gert eitthvað með höndunum þegar maður kemur heim úr vinnunni og mér sýnist að alltaf núna sé aukin áhugi, aukin umræða sko hvað iðnaðar menn í rauninni ná að mastera þetta tvennt, samband hugar og handar og hvað það getur verið mikil slökun í því að vinna með höndunum en ekki bara frústriruðum huga sem djöflast en rekst sífellt á vegg. Já, og árangurinn ekki sýnilegur eins og þegar maður er að djöflast. Nei, það það sem er svo beautiful sko. Já. Það einhver, við erum sko, mér finnst eins og sagan sem þú ert að segja, mér finnst svona staki í þessu mengi að við séum að sigla í nýja átt og ég fagna því og mér finnst mjög gott hjá þér að koma hérna og ræða við okkur þessa reynslu. Það sýnir smáhugrekki, það sýnir sjálfstæði og ég held að geti verið hvatning til annarra, þannig að ég þarf svo bara að heyra í þér eftir kannski fyrri önnina í kvennu og fá að taka svona punktmælingar á þér. Já, ég ætla bara ekki að grípa það og taka svona svakara tilfinning hvað ég hugrakkur, af því ég þurfti sko staðfestingu margra á því að þetta var í lagi. Þegar foreldrar mínir voru búin að segja að þetta var í lagi, þegar kona mín voru búin að segja að þetta var í lagi, þegar vinir mínir voru búin að segja að þetta var í lagi og ég var búin að fá hrós víða, meira segja úr skólameistararsamfélaginu, mjög margir skólameistarar sem bara, já, vá, gott hjá þér. Samkennarar mínir undir menn í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ, bara, vá, það verður söknuður á þér, vá, hvað ég skil ákvörðuna, að þá eitthvað þegar lítum mér upp, af hverju var ég ekki búin að þora að taka þetta skref löngu fyrir. Það vissu þetta allir nema ég, að ég væri óhamingjusamur. Já, en heldur þessi ekki til sko hinn típan líka sem að fékk öll þessi skilaboð og allar þessar meldingar, en hún setti samt hausinn út undir sig og böðlaðist áfram. Öruglega, maður bara verður ekki eins mikið vör við það. Það eitthvað svona einhver upphefð í því að vera beðinn alltaf, þú veist, við þekkjum það, að vera beðinn það að gera einhvað, að sumir kunna að líta á það sem upphefð á þess að segja já. Og það finnst mér einmitt svo aðdáunarvert. Já, ég þakka þér kærlega fyrir að beða þetta, en ég held ég ætla að segja pass í þetta sinn. Þannig að ég hefði átt að gera það örugglega bara á sínum tíma, ekki það. Ég ætla ekki að líta á þetta sem tapaðan tíma, alls ekki, af því að ég hef lært alveg rosalega mikið, kynst rosalega mikið af mjög góðu fólki. Ég vantilega mun betur kynntur sem starffræðikennari heldur en ég var. Hef talað það allan tíma, ég stöðugt verið að halda fyrirlestra og vinnustofur starffræði og geta kynnt sem skólameistari í leiðinni gefur það aukið vægi. Það bara þannig að vera skólameistari, það gefur röddinni aukið vægi. Þannig að nú ég búin að gera það og nú ég bara ófælega sáttur við þá ákvörðun að hafa stigið til hliðar og segja bara, herðu, nei, nú verður einhver annar að taka við og mun örugglega gera það betur en ég því að skólameistarastarfi snýst svo miklu leyti það að leyfa öðrum að skína. Ég kann það ekki nógu vel að leyfa öðrum að skína. Mér langar að deila þig með þér hérna hvað sjálf mig varðar, af því þú ert búin að vera svo hreinskilinn og búin að vera gott spjalla við þig. Þegar ég var yngri þá fékk ég stundum símtöl, hausaveitur, alveg sama hvað með í laun, við viljum að dobla tekjurnar þínar og gat verið með alveg brjálaðslega mánaðartekjur þegar maður var svona sjóðheitur, ungur og sætur. Nákvæmlega, frumlegur. Og hafði bara gríðarlega góðar tekjur af fjölmiðlun, lengi. En yfirleitt kostaði það að maður var sko 24/7, 365 daga á ári. Og til dæmis fór þetta illa með því þegar var ungt barn á heimilinu, maður var svona afrækja skyldur sínar og maður gerði bara í raun ekkert annað, hugurinn var alltaf þar. Svo núna þá ég á taxta. Ég á blaðamanna taxta, ég held að sé bara í fyrst skipti sem bara á strípuðum taxta hér á samstöðinni. Og ég þurfti að fara í alveg af því að samstöðinni bara fátækur fjölmiðill í sem hefur ekki efni á því að yfirborga einn. Og en mér finnst bara svo gaman í vinnunni
að sko mér finnst það sem ég að gera, ég aftur komin í það sem ég var að gera í gamla daga. Ég hef engar stjórnunarlega ábyrgð, ég er ekki ég var nú fréttastjóri 20 eitthvað ára gamall og allt það sko, en er miklu hamingjusamari. Er ekki það sem við höfum að leita að? Jú, og sko, en það sem ég var hræddastu við, það var að sko þetta spyrðist út fyrst. Ég var feiminn gagnvart samfélaginu. Bjössi algjör lúser, nú hann bara á taxta og maður sem bara hafði einu sinni mjög mikla ábyrgð, hann bara svona einn af litla fólkinu þarna samstöðun og svo hann til vinstri og þessi fjölmiðl og þetta eitur og stór hættulegt og hann bara búin að ganga göttuna enda. Ég þurfti alveg reynd sko ég þurfti að henda út röddunum í eyrunum á mér, samfélagsröddunum, alveg vinstri hægri, áður en ég rauninni komst að því að þetta væri í lagi og þetta ekki bara í lagi, þetta bara akkur það sem mér finnst skemmtilegast að gera. Og ég byrð fólki í kringu þau finnst þú að hafa tekið rétt ákvörðun. Já, og svo maður núna búin að sjá það sko. Þannig að ég held að allsherjar svona endur mat á okkar gildum, það er einhver stemning fyrir því. Og manni líður eins og maður sé aðeins að bara koma heim og þetta spjall við þig það mér finnst það mjög lærdómsríkt og bara gott að heyra þína sögu. Já, og það er svo gott að tengja við líka þegar þú segir þetta þegar maður vinnur með höndunum að því ég nú smiður líka. Já, smiður líka. Já, og vansins líkur í 15 ár til þess að hafa eftir því að vera kennari. Segi þetta kennan. Og ég og kona mín hefur verið að gera upp einbýlishús upp í Mosfellsbænum undanfarin 10 ár og það er orðið svakalega fallegt og þar hefur maður séð þetta instant gratification á sækt í slættuna þessu umbun sem maður sér af því að vera að gera einhver með höndunum strax og gerum einhvern glugga og koni mín með óbúslega gott auga fyrir hlutum þannig að við hefum verið að gera hluti sem henni dettur í hug og bara, já, vá, ég sé það núna hvað þetta gerir húsu okkar fallegra og veist, núna getum við aldrei flutt hann í burtu, það er náttúrulega hliðaraðverðin af því en þetta hefur líka haldið mann á lífi að geta svo farið heim og helgar og vera að gera eitthvað svona og fengi það í andlitið það er mjög gott og það er mjög víst sér íslenskt að vera bæði innvæðamannur og bókmennta og háskólamaður í leiðinni. Landtækifæran. Algjörlega. Já, einmitt. Valgarð Mári Jakobsson, skólameistari framhaldsskólans í Mosfellsbæ, fyrrverandi en verðandi starffræði kennari í Já, ég er ekki orðin fyrrverandi, ég bauðst lausnar 20. júní eftir rúma viku. Já. Verður formlega ekki lengur með skildunar, ég bara er að loka ein vika eftir skófonum, ein viku eftir já, næstum fyrirvænandi. Já, tökum spjall saman hvað við segjum upp úr næstu áramótum og þá höldum við áfram þessu ferðalagi. Já, veistu það, ég er mjög spenntur. Er það ekki góð hugmynd? Gott að hafa eitthvað svona líka í huga og geta að tala þennan tíma. Og 2 kallar ræða tilfinningar, er það ekki alltaf eitthvað? Það er eitthvað sem við höfum ekki séð fyrir 10-20 árum síðan. Sannlega ekki. Kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir að hafa mig. Og ég, frá þessu ágæta spjalli sem að gaf mér persónulega allavega mikið, ég vona þessi eins með ykkur hlustendur og áhorfendur, víkjum við yfir í aðra sálma eftir andartak, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.